Sko, vinnumáti þessar rásar þannig að við hlöðum upp þétti hérna, mishratt, og þá fáum við misbjart ljós hérna á peruna sem álag. Og við erum með hérna fyrir utan viðnám og þétti, þá erum við með díak sem virkar eins og svona svipaðan, sem svipað hlutverk, getum við sagt, eins og ÖJT-transistorinn við hérna týristor, en þetta tríakur. En sem sagt, ÖJT-transistorinn gaf púls þegar komið ákveðin spenna fyrir framan hann inn á emitterinn og gaf þá í gegnum sig inn á stýriskaut, inn á týristor, en hérna það díakurinn sem gera það sama. Þegar komið ákveðin viss spenna yfir díakinn, þá hleypir hann í gegnum sig, þá brottar hann niður og hleypir í gegnum sig straum inn á stýriskautið á tríaknum. Munurinn á díaknum og ÖJT-transistornum það að díakurinn, hann getur leitt í báðar áttir. Þannig að hann virkar bæði á jákvæða hluta reiðbylgjunnar og á neikvæða hluta reiðbylgjunnar. Þegar kemur mínuspenna hérna, nógu há mínuspenna hérna, getur sagt svona cirka 30 volt eða eitthvað slíkt, sem nefnt í textanum til dæmis, þá hefur spennan hækkað frá 0 upp í 30 volt, eitthvað rétt rúmlega 30 volt, og þá brotnar hann, sem sagt hleypir strömminum gegnum sig og gefur púls inn á gate og afleiðir þess að þétta hérna inn á gate. Og þá hleypir tríakurinn straum yfir á álagið og þá færist spennan fellur niður í mjög lága spennu yfir tríakinn þegar að tríakurinn opnar og spennan kemur á álagið og þá lýsir peran. Hvað segir þið? Tríakurinn, þegar að kemur straumur, stýripúls inn á gate á tríaknum, þá hleypir hann gegnum sig fram að því að hann var að bíða eftir því að stýripúlsinn kom, þá myndast spenna yfir tríakinn þegar að reiðspennan að aukast. Við erum aðeins að skoða þetta í tímadæmi og þegar að spennan komið viss yfir tríakinn, þá kemur stýripúls og þá dettur spennan niður í mjög lága spennu, kannski 1,5 volt yfir tríakinn. En restin af spennunni og upp í 230 volt eða eitthvað, þá fer spennan yfir á álagið. Hvernig svona rás skiptist í kraftrás og stýrirás, og í rauninni þá sjáum við hérna af rásinni að þetta svona kraftrásar hlutin, skiljiði, að það sem að fer í gegnum álagið og í gegnum tríakinn, það kraftrásin, og síðan stýrirásin væri þá bara þessi hluti hérna, í miðjunni, skiljiði. Ef ég myndi biðja ykkur að teikna á myndina eins og ég gerði í síðasta prófi, ég baði ykkur að sýna hvað væri stýrirás að hluti og hvað væri kraftrás, ekki satt? Og það sem sagt, kraftrásin gegnum álagið, það var reyndar ekki brú þar, ekki myndin í prófinu sjálfu, en við skoðum þetta þar sem var líka afriðisbrú þar fyrir framann þegar við vorum með týristorinn, en hérna erum við með tríakinn og þá bara kraftrásarhlutinn, það straumur, sem sagt, það álagið og tríakurinn, það kraftrásar í hlutirnir. Og ef við myndum afmarka hvað stýrirásinn, það þarna fyrir ofan RF1 og díakurinn og hérna fyrir neðan þéttana. Það sem sagt, allt hitt stýrirásinn. Og svo getum við sagt hitt atriði sem við getum haft í rauninni fyrir próf, að það hvað hlutverk díaksins.
að það er að gefa tríaknum stýripúls reglulega Á okkurum ákveðnum á ákveðnum tíma. Og þessi ákveðin tíma er náttúrulega alltaf miðað við frá núllpunkti riðbylgjunnar. Og þarna þessi rás vinnur þá líka sem sagt við riðspennu, af því það er engin afriðsbrú eða neitt hérna. Þetta vinnur á riðspennu. Og við skulum svo skoða sem sagt hvernig skiptir tríakurinn sem sagt þá spennunni yfir sjálfa sig þegar það er ekki spenna á álaginu. Og það er það þannig, sko, hér er spennan inn og hérna er spennan yfir peruna, stýripúlsinn kemur tiltölulega seint hérna og hérna er mjög dauft ljós á perunni, sjáu þið, það kemur bara mjög lág spenna yfir hana. Þetta er all spennugjafa spennan inn í kerfinu. En á meðan að kemur ekkert ljós, þá er spennan á tríaknum, skiljið. Það er ekki fyrir að stýripúlsinn kemur hérna að þá dettur spennan af tríaknum bara niður í nánast 0 volt. Svo byggist spennan aftur upp og við erum að bíða eftir stýripúlsi og þegar stýripúlsinn kemur að þá dettur spennan af týristórnum, af tríaknum segja og þá í staðinn fer spennan á ljósið. Tríakurinn, hann byggir upp spennuna aftur hérna og þegar þetta kemur stýripúls að þá dettur spennan niður í 0 yfir tríakinn. En spennan fellur yfir peruna. Þannig virkar þetta. Ef við skoðum eitthvað annað tilfelli, sko hérna er stýrirásin komin inn í. Ef við skoðum eitthvað annað tilfelli, ef það kemur fyrir meira ljós á peruna eins og hérna er þetta kannski minnsta opnunarhorn eða kannski ekki alveg minnsta, en hérna er kannski 30 gráðu opnunarhorn og þá fáum við tiltölulega snemma stýripúls og við fáum alla þessa spennu á peruna, álagið. Það er dálítið gott ljós á perunni núna, sjáu þið, að við fáum stýripúls mjög snemma hérna. En þá verður bara mjög lítil spenna, þá stöðum við bara að bíða stutt eftir stýripúlsinu. Þegar hann kemur, þá dettur spennan niður í 0 yfir tríakinn. Og svo aftur hérna í 0-inu, þá byggjast spenna í neikvæða átt yfir tríakinn. Og þá fáum við púls og þá dettur spennan aftur niður í 0. Þannig erum við að stjórna því hvort það kemur lítil birta af perunni eða mikil birta, eins og núna, eins og við sjáum hérna. Þá er bara stýripúlsinn er að færast hérna. Og svo myndum við breyta stillanlega viðnáminu bara, hvað myndi Já. að gerast þarna? Sko, hérna er stillanlega viðnámið í lágmarki, þannig að það er meiri straumur sem er að fara hérna niður til þess að hlaða upp þéttið. Hérna hleðst þéttirinn upp hraðar. Hraðar heldur en hér. Hér hlóðst þéttirinn hægt upp og við erum að bíða lengi eftir stýripúlsinu. Hérna er stilli viðnámið í miklu hærra viðnámsgildi og við bíðum eftir að þéttirinn hlaðist upp, þangað til allt í einu kemur stýripúls en hér þá er stilli viðnámið stilt upp þannig að minnkar viðnámið í því og við fáum stýripúls mjög snemma í riðbylgjunni og þá er meiri hluti að riðbylgjunar sem að lendir á álaginu og þá fáum við sterkt ljós. Þannig er þetta að virka. Þannig hljóðar þið heilaga Guðspjall. Já, þannig virkar þetta. Og við getum sagt hérna að það er líka hægt að orða þetta þannig að hlutverk díaksins er að hindra að spenna þéttisins komist að stýriskauti á trékkinum fyrr en spennan eða þéttið hefur náð gegnum brotspennu díaksins. En í rauninni þá er díakurinn, hann er að hleypa í gegnum sig alltaf við sömu spennu og þess vegna gefur okkur alltaf reglulega á réttum tíma
spennu inn á stýriskautið. En þið getið punktað eitthvað að þessu hjá okkur. Tríakurinn, hann byggir yfir þessu spennu þangað til að við fáum stýripúls inn á stýriskautið og hann hleypir þá spennu inn á álagið sem þessi tilfelli peran, bæði við jákvæða og neikvæða hluta riðbylgjunnar. Svo býðum við aftur hérna, þéttirinn hleðst upp og þar til við fáum nægilega háa spennu til að brjóta niður gegnumbrot spennu DX-ins, að þá fáum við púls inn á stýriskautið og þá dettur spennan niður af tríaknum og spennan færist yfir á peruna og síðan dvínar það bara niður í 0 aftur og þéttirinn fer að hlaðast aftur upp í jákvæða átt. Hérna þegar er lítið ljós á perunni, fáum við litla spennu á peruna, en aftur á móti þegar við erum með þessa mynd hérna, þá fáum við stýripúlsinn fyrr frá núlinu, hérna bara eftir svona 30 gráður eitthvað fleis, að þá fáum við stýripúls og þá fáum við meiri hluta af spennunni yfir peruna en bara mjög lítinn hluta yfir tríakinn. Bæði jákvæða og neikvæða hluta riðbylgjunnar. Þannig er í stórum dráttum virkni rásarinnar. Við erum að stjórna spennu á álagi, stjórna spennunni yfir peruna. Og þá getum við sagt að við erum að klippa á riðbylgjuna. Getum við ekki sagt það? Við erum að klippa riðbylgjuna.